komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Borgó í beinni. Í kvöld þá ætlum við að leiklesa leikritið Tengdó eftir Val Frey Einarsson sem var frumsýnt á Litla-sviðinu í apríl árið 2012 og ykkur er velkomið að hafa kveikt á símanum og takast margar myndir og okkur sýnist á meðan á lestunum stendur og gera screenshot og deila þess á Facebook og bara það sem ykkur listir, kæru áhorfendur. En þetta leikrit gerist á 3 tímaskeiðum áður en Magnea, aðalpersóna verksins, fæðist fyrir árið 1945. Þá er sagan sögð af Guðbjörgu, móður hennar, á bernsku og uppvaxtar árum Magneu og þegar Magnea er orðin 48 ára árið 1993. Verkið hoppar á milli tímaskeiða eins og ekkert sé en ég mun skýra frá og segja frá hverju sinni hvar við erum stödd í tíma og rúmi. Og verkið byggir á sannri sögu, tengdamóður höfundar og er leiklesið hér með hennar góðfúslega leyfi. Og ég ætla bara að byrja á því að biðja leikarana að kynna sig og persónurnar sem þau leika. Já, ég mun lesa Guðbjörgu og Dísu sem er frænka. Guðbjörgu sem er móðir Magneu og svo les ég Dísu sem er frænka Magneu. Og þú heitir? Já, ég heiti Halldóra Gerhardsdóttir. Já, þakka þér fyrir. Ég heiti Kristín Þóra Haraldsdóttir og ég leik Magneu yngri, þegar hún er yngri og líka Magneu. Og ég heiti Valur Freyr og ég leik Magneu og aðalega þegar hún er eldri og eða svona frá úlingsaldri eiginlega. Ég heiti Halldór og ég leik svona skítinn svona hvar við erum stödd í sögunni og eitthvað svona karaktera hér og þar. Þannig að það. En nú ekki bara að byrja? Það byrjum við bara. Já, ég á að byrja þetta. Já. Þú byrjar þetta. Gaman að þessu. Heyrðu, Reykjavík árið 1993. Ég heiti Magnea. Ég heiti Magnea. Og ég er fædd í Reykjavík í apríl árið 1945. Ingólfur, bróðir minn, hann sagði mér fyrir nokkrum árum síðan, ég held hann hafi ekki þorað að segja mér það fyrir, en hann sagði að sér hafi orðið nokkuð starsýnt á mig þegar hann sá mig í fyrsta sinn, þar sem ég lá kúrandi í fanginu á mömmu á Kárastignum, nýkomin í heiminn. Ég gafti bara, sagði hann, og hann var ekki einn það. Fæðing mín var nokkuð áfall fyrir móðurfólki mitt. Frá því að ég man eftir mér hef ég leitað svara við sömu spurningunni. Ég hef alltaf skammast mín fyrir að geta ekki svarað henni. Þetta er sama spurning og datt fram á varir ljósmóðurinnar sem tók á móti mér og ástæðan fyrir því að hann Ingólfur bróðir minn gafti. Af hverju er ég svona dökk? Hvaðan er ég? Ég hef ekki tölu á klukkustundunum sem ég eytti í að hugsa hvar pabbi minn gæti hugsanlega verið niðurkominn. Hvort hann sé lifandi eða dáinn. Hvernig hann líti út og hvað ég mörg systkini. Ég hef verið reið út í hann, ég hef afneitað honum 1000 sinnum. Ég hef búin að drepa hann og jarða hann og ég hef fyrirgefið honum. Skiptir þetta í rauninni einhverju máli? Það er fullt af fólki sem þekkir ekki pappa sinn. Er ekki 10% Íslendingar rangfeðraðir? Og 8% af þeim hafa ekki hugmynd að svo sé. Það þýðir að í 200 manna sal þá eru cirka 20 manns rangfeðraðir og 16 af þeim hafa ekki hugmynd það. Og hvað með þessi 2%? Jú, sumir leit upp í föður sinn en aðrir láta það bara eiga sig. En eftir því sem að ég eldist og þroskast, þá verði ég alltaf staðfastari í þeirri trú minni að tíminn lækni öll sár. Nema þetta. Með hverjum deginu sem líður vex þörfin innra með mér að fá svar við þessari einföldu spurningu. Af hverju er ég svona dökk? Hvaðan er ég? Ég get ekki hægt að hugsa þetta. Það er sama hversu oft mér er hafnað og hversu marga veggi ég rekst á. Ég verð að halda áfram þar til ég fæ svar. Í 48 ár hef ég leitað að dauðum manni. Hafnirnar árið 1952. Magnea 7 ára. Hafið þið séð pabba minn? Ég er að leita á honum. Hann er með svört augu, hátt enni, stórt og beint nef, svona arnarnef,
Hann með sítt hár niður á axlir. Hafið ekki séð hann? Hann líka stundum málaður í frama með fjæðrir í hárinu. Stundum situr hann á svörtum hesti. Hann indíánahöfðingi. Hann á heima í Ameríku. Látum við vita að þið sjáu hann. Guðbjörg, móðir Magneu, situr á kolli í eldhúsinu og heimilið þeirra, reykir og les Ben Hur. Andskotinn! Ég þoli ekki þetta hár. Magnea reynir að greiða sér, en brýtur greiðuna. Mamma, ég þoli ekki þetta hár. Nei, eskan. Hvað er að frétta pappa mínum? Pappa þínum? Ekki Jóni Stjúp pappa, heldur alvöru pappa mínum. Hvað er að frétta honum? Það er ekkert að frétta af honum. Af hverju spyrðu? Að ég vil fá að vita hver hann er. Þú veist hver hann er? Nei, ég veit ekkert hver hann er. Hann var amerískur hermaður og svo þegar stríðinu lauk þá fór hann. Hann sigldi með stóru skipi frá landinu og skipið sökk og hann lést. Blessuð sé minning hans. Hvernig veistu að hann sé dáinn? Ég fékk upplýsingar um það. Hvar? Frá hernum. Ég held hann sé lifandi. Þú heldur svo margt. Ég veit hann er lifandi. Þeir eru bara að ljúga þér. Jæja, eskan. Ég ætla að finna hann. Já. Hvernig líst þér á það ef ég fer að leita að pappa? Hvernig líst mér á það? Ég held að það verði bara vonbrigði. Hvað meinar þau? Þú getur ekki fundið hann. Nú? Þú færið engar upplýsingar. Fékkst þú ekki upplýsingar um að hann væri dáinn? Hvar fékkstu þær upplýsingar? Ekki halda að það komi eitthvað út úr þessu. Búðið undir að grípa í tómt. Maður finnur ekki þann sem ekki vill láta finna sig. Auk þess er hann dáinn. Guðbjörg fer og Magnea litla er eftir ein. Ég hlýt að hafa verið send til jarðar í alveg sérstökum tilgangi. Annars myndi ég ekki líta öðruvísi út en allir aðrir. Mamma segir að séu mörg líf. Fyrri líf og þetta líf og seinni líf. Kannski hef ég hagað mér svo illa í fyrri lífum að ég var send í lítið hvítt land með svarta húð. 14. október 1918. Grettisgata í Reykjavík. Inn kemur unglingsstúlka á náttkjól. Það er Guðbjörg. Það eru 4 dagar í dag í að ég verði 16 ára. Ég hef verið að svipast eftir mannsefni. Ég ræði ekki við móður mína, frú Guðrúnu, henni finnst ég allt of ung. En ég hef tekið ákvörðun. Ég ætla ekki að búa undir sama þaki og hún mínútu lengur. Kannski finn ég mann á næstu 4 dögum og giftist honum á afmælisdaginn. Það væri skemmtileg afmælisgjöf frá mér til móður minnar. Hún myndi leggja fram kvörtun á Alþingi. Henni væri trúandi til þess. Hún myndi strunsa niður á Austurvöll og stoppa bróður sinni í miðri ræðu, láta hann setja bráðabirgðalög þar sem lögráðastúlkum væri bannað að ganga í hjónaband nema með sérstöku leyfi frá mæðrum þeirra. Áðan öskraði hún á mig þegar ég kom inn með hvíta þvottin af snúrunni. Hann var allur öskugrár. Þeir segja að Katla sé farin að gjósa. Það eru flyksur í loftinu, svartur snjór sem fellur til jarðar. Magnea, 10 ára. Mér dreymdi draum. Ég var viðstödd fæðingu pappa míns. Mér dreymdi unga konu. Hún var ekki svört en hún var svona dökkbrún. Hún var nýbúin að kveðja mannin sinn, stóð við eldhúsborðið og þá byrjuðu volgi taumar að seytla niður lærin á henni. Hún fékk svo mikið verk í magan að hún kiknaði í hnjáliðunum og lagðist í keng undir eldhúsborðið. Svo lá hún meðvitundalaus á gólfinu. Nýfættur strákur lá á grúfu milli fóta hennar, hreyfingarlaus. Svo byrjaði hann að gráta og hann grét og grét og grét og loksins vaknaði hann við öskrin frá honum, lagði hann á kaffilita brjóstið og hann saug hraustlega sæta móðumjólkina. Þetta var pabbi minn. Ég er alveg viss um að þetta var hann. Reykjavík 1919. Ég er búin að finna mig mann, hann dugar mér alveg. Hann á bát er harðduglegur. Skapið á eflaust eftir að mýkjast með tímanum. Þegar við erum búin að kynnast betur. Við ætlum að gifta okkur á 17 ára afmælisdaginn minn. Keflavík 1960. Magnea 15 ára. Mér dreymdi pappa minn aftur í nótt. Hann var bara lítill strákur. Hann leit út eins og ungur Johnny Cash, bara svartur. Þetta er hverfið mitt, sagði hann. Íski hlutin af Hell's Kitchen á Manhattan. Ég er eini litaði strákurinn í hverfinu og ég kallaði spánski djöfull. Hann var á leiðin í skólan. Hann var í pressuðum buxum og hvítri skyrtu. Hann var nýlagður af stað þegar 3 írskir slánar króuðu hann af og lömdu hann í götuna. Létu höggin dynja á honum. Hann hnipraði sig saman til að reyna að verja höfuðið. Þegar hann kom heim, þá tók mamma svo mót honum
og hún sagði ekki neitt. Horfði bara á hann, köldum augum og sló hann í andlitið fyrir að rífa buxurnar og blóðka skyrtuna. Hún sagði ekki neitt. Hún sló hann bara. Hafnirnar 1952, Magnea 7 ára. Ég byrja að reykja í dag. Í höfnunum reykja allir, nema Jón stjúpi minn. Ég ætlaði ekki að byrja að reykja. Það gerðist bara. Strákarnir kölluðu á mig, sko stóru strákarnir sem hafa aldrei leyft mér að vera með. Oftast segja þér, nei, þessi leikur er ekki fyrir svertingja, eða negrar eru bannaðir þessu leik. En núna báðu þeir mig að koma. Langaði ekki í sælgæti? Ég hljópiði götuna til þeirra og þeir leiddu mig á milli sín bak við litlu sjoppuna. Það var mjög dimmt og ég rétt sá grilla í hvítuna í augun á þeim og tennurnar þar sem þeir hlógu og sussuðu til skiptis. Ég var 1, þeir voru 4. Þeir voru 11 og 12 ára, ég var 7. Þeir voru í hláturskasti yfir því að í myrkrinu sást ég ekki. Ég var gjörsamlega horfin. Hvar er þetta sælgæti? Það er þarna í sjoppunni? Nei, hér er ekkert sælgæti. Já, sko, þú ert að fara inn í sjoppuna og ná í það og skríða svo aftur út hóluna þarna. Ég var hrædd, skítrædd. Það var kolniða myrkur í hólunni og ég sá ekkert fyrir ég var komin inn í sjoppuna. Þá kom pínulítil skíma frá götunni. Ég flýtti mér, fann sígaretturnar, fylltislaus kamil, brjóstsykur og suðusúkkulaði. Svo bakkaði ég á hólunni, lagðist á magann, rétt út fæturnar og spriklaði. En það var merkið sem ég átti að gefa svo þau gætu togað mig út. En það gerðist ekki neitt, svo ég spriklaði meira. Ég sat bara föst í hólunni. Ég lokaði augunum og þá birtist Jón stjúpi minn við hliðina á mér. Við horfðumst í augu í dálitla stund í þögninni. Hann var eini maðurinn í öllum heiminum sem ég vildi ekki valda vonbrigðum. Hlýja stóra höndin, haldreipi mitt. Ég fekk hnút í magann, en þá var mér skyndilega kippt út úr hólunni og þeir hömpuðu mér sem hetju, strákarnir, og þeir báru mig í gullstól og svo buðu þeir mér upp á sígaretti, eins og ég væri alvöru dama. Kárastígur í Reykjavík, 8. janúar 1935. Í morgun kom Magnús rútubílstjóri með minnsta en sennilega dýrmætasta böggul sem hann hefur flutt á milli staða í rútunni sinni. Lítinn skókassa og ekki var ferðin löng. Frá Bergþórugötu á Kárastíg, rúmlega 500 metrar. Hann var svo elskulegur að gera þetta fyrir mig. Í skókassanum var lítill landnámsmaður, Ingólfur, 8 merkur og 48 sentimetrar. Fæddur fyrir 10 dögum á Bergþórugötunni en misti pappa sinn í sjóinn 5 dögum síðar. Ekki hann átti 7 börn fyrir. Það dugar ekkert minna en rúta undir slíkan höfðingja. Magnús lagði skókassan ofurvarlega á stofugólfi hjá mér. Þarna var hann litli augasteinninn minn. Við hjónin höfum verið gift í 20 ár og ekki orðið barnaauðið fyrir en nú að við fáum eitt á silfurfati. Reyndar ekki silfurfati, heldur skókassa. En ekki hann síðri fyrir það. Hafnirnar 1957. Magnea 12 ára situr á hafnabakkanum og spjallar við hundinn Trygg sem er besti vinur hennar. Ég hef ekkert gert í þessari hótum minni að leita að pappa. Mér finnst ég ekki geta gert það út af mömmu. Henni er illa við þetta, ég finn það á mér. Ég finn það á henni. Hvar á ég svo sem að leita? Á ég að banka upp á hjá þeim á vellinum og spyrja hvort ég viti pappa minn? Ég hringdi mann í utanríkisráðuneytinu, ég var ein heima. Hann sagði að krakkar ætti ekki að vera að fíblast og trufla fullorðið fólk í vinnunni. Ég fann hvernig ég hitnaði öll í framan. Fíblast, sagði ég. Heldur ég sé að fíblast? Mér gæti ekki verið meiri alvara. Auk þess er ég ekki krakki, ég er 12 ára. Hefur þú týnt pabba þínum? Nei, þú hefur ekki týnt pabba þínum, þannig þú hefur ekki hugmynd það hvernig mér líður. En hann skellti á mig. Kárastígur 1942. Guðbjörg og Ingólfur, sonur hennar, setja í eldhúsinu. Það er þungt áhyggjuský yfir Guðbjörgu. Síðan herinn gekk á land hafa heimsóknir ömmuðinnar Ingólfur margfaldast. Hún kemur undir því yfir skina og hún vilji fylgjast með heilsufari pabbaðins. En amma Guðrún kemur alltaf með nýjar fréttir og ný fyrirmæli sem er hið eiginlega erindi. Við eigum ekki að hafa nein samskipti við hermennina, sýna þeim algjört afskiptaleysi. Þær eru til skammar þessar lausaleg strósir sem eru með þá inn á gafli hjá sér og þvo af þeim, garmana. Ég held að pabbiðin sé að deyja, Ingólfur. Læknarnir geta ekkert gert fyrir hann. Ég veit ekki hvað verður okkur þegar hann fer. Reykjavík 1958.
Magnea 13 ára. Lauga ætlaði að sauma á mig nýjan kjól. Lauga saumakona, hún býr í Bragga á Skólavörðuholtinu. Við ætluðum að fara saman í vefnaðarvörubúðina og ég mátti velja efnið. Mér langaði bleikan kjól, ljósbleikan eða fjólubláan, eða eldrauðan flaujuliskjól með hvítum blúndukraga fyrir jólin. Lauga er eldgömul og sjóndöpur. Það segja allir að hún sé sjóndöpur en hún er bara blind. Hún titrar öll og skelfur. Titrandi með títiprúnabóksið horfir hún á mig og segir: af hverju greiðir þú þér ekki stelpa? Á mamma en ekki busta? Þá þurfti ég að bíta á jaxlinn til að segja ekki neitt. Ég stóð upp á stól eins og sperrtur fugl á meðan hún faldaði kjólinn. Þá byrjaði hann að stinga títiprjónum í lærin á mér. Ég skil ekki. Hvernig getur blind saumakonan sem sér ekki munin á kjólaefni og húðin á mér ákveðið upp á sitt einstæmi að kjóllinn eigi að vera gulur. Gult. Krakkin er svo dökkur, það fer henni vel. Gulur. Ég þoli ekki gulan. Kárastígur 25. apríl 1963. Magnea 18 ára. Ég átti afmælið þennan dag. Ég held að ég hafi verið 18 ára. Dísa og Maggi frændi buðu mig heim í kaffi og randalínu í tilefni dagsins. Ég elska randalínur. Hvernig hefur mamma eða Mandi mín? Æ, hún hefur það ekki gott. Hún er ennþá á spítalanum. Henni fer bara aftur, finnst mér, frekar en hitt. Það var svo mikil blæðingin á heilan. Læknarnir segja að þetta líti ekki vel út, ekki góðar batahorfur, segja þeir. Leitt að heyra það, eskan. Mamma þín var alltaf svo glæsileg, bar sig svo vel. Ég man eftir því þegar hún var með honum pappa þínum í gamla daga, þá ljómaði hún öll. Það geislaði af henni. Já, veist að hann sé dáinn. Dáinn? Það fékkst nú aldrei staðfest. Hann fékk 2 vikna leyfi úr hernum en kom svo aldrei aftur. Þeir gátu aldrei staðfest að hann væri dáinn. Daginn eftir, þá hringdi ég í upplýsingafulltrúa hersins. Góðan dag, ég er að leita upplýsingum pappa minn. Hann var í bandaríska hernum á Íslandi frá 1943 til 1945. Hvað heitir þú? Ég heiti Magnea Reynaldsdóttir. Ertu með hernúmerið hans? Nei, en ég veit hvað hann heitir. Reynald. Herdeildin hans var staðsett á Laxarholti á Mýrum í Borgarfirði. Ég skal sjá hvað ég get gert. Það er voðalega erfitt að fá upplýsingar ef þú ert ekki með hernúmerið. Á ég að hafa samband síðar í dag eða seinna? Ég er nú alveg óhætt að handa róleg í dag. Í dag, sko, við höfum bara samband. Hafnir 1955. Magnea 10 ára. Þegar ég er orðin stór, þá ætla ég að bjarga börnum úr eldsvoða. Fólk sem vinnur við að bjarga börnum úr logandi húsum þarf að þola hita mjög vel. Það þarf að vera með sterka hitaþolna húð sem brennur ekki og verður ekki öll bleik og þrútin heldur dökk og sterk. Og fólk sem vinnur við að bjarga börnum úr logandi húsum þarf að þola sót og reyk án þess að það sjáist á húðinni. Það þarf að geta orðið sótsvart án þess að nokkur taki eftir því. Og fólk sem vinnur við að bjarga börnum úr logandi húsum þarf að vera með hár sem síkar upp í loft en ekki niður í gólf, því annars getur hárið þvælst fyrir og bráðnað. Kárastígur 1943. Guðbjörg og Ingólfur, sonur hennar, í eldhúsinu. Nú þarf ég að biðja þig, Ingólfur, að vera hugrakkur eins og Ben Húr. Pabbi er lagður af stað í langt ferðalag, mikið ævintýri og nú þurfum við að trúa og treysta á hvort annað. Nú erum við bara 2. Okkur leggst eitthvað til þó að sjá brattan að sækja, ekki hafa áhyggjur, Ingi minn. Við verðum alltaf saman, ég læt þig aldrei frá mér. Keflavík 1960. Magnea 15 ára. Mér dreymdi pappa í nótt. Hann var fullorðinn maður, ótrúlega myndarlegur. Leit út eins og Elvis Presley, bara svartur. Hann var léttur í spori, hann hafði fengið stöðuhækkun, innkaupastjóri í herrafattaverslun. Hann hljóp heim og opnaði útidyrnar. Á eldhúsborðinu var kampavínsflaska og súkkulaði og þarna sátu þær mamma hans og gullfalleg ítölsk kona sem var eiginkona hans. Hún hafði keypt vínið ekki til að fagna stöðuhækkuninni, hún vissi ekkert um hana, heldur óléttunni sem hún hafði fengið staðfesta fyrir daginn og þær grétu hon í kampavínið með munnin fullan af súkkulaði. Fyrsta barnabarnið.
Pabbi stóð í dyragættinu og virti þær fyrir sér skælbrosandi og þá leit mamma hans upp og benti honum á óopnað umslag sem hafði verið reist upp á rönd á miðju eldhúsborðinu. Umslagið var merkt ameríska hernum og þá vissi ég að þetta voru ekki gleði tár sem þær grétu ofan í kampavíni. Í þeirra huga var hann dáinn og grafinn. Hvað get ég gert, sagði hann. Þetta umslag hefur örlög okkar í hendi sér. Hafnir 1953, Magnea 8 ára. Ég hætt að reykja. Mamma kom að okkur, mér og Tryggi, inn á kamri heima á Hvammi. Hún klagaði stjúpa minn. Hann kendi mér leksíuna. Lét mér reykja eins mikið og ég gat að stórum vindli, þar til ég lá ælandi og spúandi út á túni. Hann bindindismaður og góðtemplari. Reykjavík 1942, Guðbjörg brýtur saman þvott. Hvað myndi Ben Hur gera ef hann væri orðinn ekkjumaður? Hann hefði enga innkomu en þyrfti að sjá sér og barninu sínu farborða. Myndi Ben Hur þvotta fyrir rómverska herinn þó að samfélagi fyrirlítið það? Honum yrði sýnd lítilsvirðing og honum yrði sýnd andúð, ekki síst af móður sinni sem svo óskaplega annt heiður fjölskyldunar. Myndi Ben Hur afþakka þvottavinnuna til að þóknast móður sinni þó það þýddi að hann þyrfti að gefa frá sér barnið sitt? Þeir eru viðkunnanlegir, þessi litlu bresku drengir sem koma með þvottinn sinn. Mér langar mest til að faðma þá alla, þeir eru svo móðurlausir. Ekki síst þegar nágrannakonurnar liggja á gæjum, þá freistingin nánast óbærileg. Þó launin væru bara þakklæti sem þeir sýna, þá myndi það duga mér. 20. nóvember 1964. Magnea 19 ára hringir í upplýsingafulltrúa hersins á Íslandi. Ég að hringja út af pappa mínum, Reinald. Nú liðið 1,5 ár. Hefur eitthvað komið út úr leitinni? Nei, við sendum út fyrirspurn en það hefur ekki borist neitt svar enn. Hvað tekur það langan tíma fyrir herinn að finna eitt nafn í spjaldskrá? Það getur verið nokkuð djúpt á þessu. Þetta mjög tafsamt, sérstaklega ef það liggur ekki fyrir hernúmer viðkomandi. Það virkilega? Það tekur herinn nú bara brot úr degi að ákveða að fara í stríð, hinum megin á hnettinum við fátæka bændur í Víetnam, en það tekur alveg heila eilífð að finna hvað hermennirnir heita sem þeir senda í þessu sömu stríð. Ekki hægt að ýta aðeins við þeim? Þetta hefur bara allt saman sinn gang. Þú bara að bíða, róleg. Ég hef samband, leið og eitthvað gerist. Borgarfjörður 1944. Guðbjörg í sumarvinnu á Laxárholti á Mýrum. Ég ætlaði mér ekki að fara á Laxárholt þetta sumar. Mig dreymdi draum og þegar ég vaknaði morguninn vissi ég að ég yrði að fara. Svo seinna þegar ég reyndi að rifja upp hvað mig hafði dreymt, þá gat ég ómögulega að muna það. Þetta var bara einhver tilfinning. Jú, það var gulur kjóll sem mig dreymdi. Morgunn eftir ég kom á Laxárholt stóð ég út á hlaði og var að reykja í sólinni með vinkonu minni. Þá komu 2 hermenn gangandi upp túnið að bænum og spurðu hvort vættum egg til að sjóða í morgunmat. Annar þeirra var hávaxinn, hvítur, talaði hrafli íslensku og gat gert sér skiljanlega við heimilisfólkið. Svo var það hinn. Hann var af tegund sem ég hafði aldrei áður séð. Hann stóð álengdar eins og annars hugar og maulaði á súkkulaði. Hann var eins og súkkulaði. Hersis brúnn með snöggt krullað hár og djúp brún augu. Hann sagði ekki neitt, stóð bara þarna hlédrægur og óframfærin en samt svo geislandi á einhvern undarlegan hátt. Ég gat ekki hægt að horfa á hann. Ég hálfskammaðist mín, þessi augu. Ég horfði á hann eins og ég hefði aldrei séð mannesku fyrr. Hinn hermaðurinn var farinn inn í bæinn að sækja eggin. Ég reykti og góndi. Ég áttaði mig ekki fyrr en eftir á hvað ég hagaði mér undarlega. Hann var alveg guðdómlega fallegur. Hann hreyfði við einhverju inn í mér. Það snerist allt á hvolf, satt best að segja. Þá gat ég ekki hugsað neitt annað en hann, allt sumarið. Hafnir 1954. Magnea 9 ára. Hafið þið séð pabba minn? Ég að leita á honum. Hann með krullur, svartar krullur og hann með bumbu, stóra bumbu. Hún svo stór að þegar ég fæ að sitja á henni og hossa mér og þá ná fæturnir mínir ekki niður á jörðina.
Hann stundum í kjól, ekki konukjól, heldur kjól sem fyrir menn. Hafið ekki séð hann. Já, hann frá Afríku, en hann á heima í Ameríku. Það látið mig vita þau sjáðu hann. 1944, Laxárholt á Mýrum. Svo á 17. júní, þegar allir voru að ferðbúast á lýðveldishátíðina, heyrði ég á tali stóra Joey og Pete sem voru félagar hans í herdeildinni að spánski djöfull, eins og þeir uppnefndan, yrði eftir til að fylgjast með lofthelginni. Það fór píla í gegnum mig. Ég hlóa sjálfri mér. Hvað þú 42 ára gömul einstæð móðir að hugsa þennan dreng? Þennan litla dreng sem búinn til úr súkkulaði. En það sakar ekkert að láta sig dreyma. Seinna, þegar allir voru farnir, bankaði hann upp á bænum. Ég fór til dyra, það hringdi. Hann spurði hvort ég ætti egg. Ég bauð honum inn í bæinn, hitaði handa okkur kaffi. Við byrjum að spjalla, ég kunni smá hrafl í ensku og hann kunni eitt og eitt orð í íslensku. Röddin hans hreyfði loftið einhvern veginn. Hún var mjúk og seiðandi. Það var orka í honum og hann brosti og hló og það skein í hvítu tennurnar hans. Svo var hann svo alvarlegur. Hann var einmana, alveg skelfilega einmana. Við sátum þarna andspænis hvort öðru, horfðum ýmist ofan í kaffibollana eða beint í augu hvors annars. Mér langaði svo að halda utan hann. Restina herdeildinni var farin á Þingvöll með heimilisfólkinu á Laxárholti. Þeir höfðu keyrt alla í herjeppanum sem þeir höfðu til umráða. Við vorum búin að færa okkur yfir í braggann þeirra. Ég vildi vera hjá honum á vaktinni. Hann sagði mér frá New York og Manhattan. Ég nikkaði þó svo ég skildi ekki nema brota því sem hann sagði. Hann sagði mér frá framtíðaráformunum, hvernig hann ætlaði að verða ríkur eftir að stríðinu lyki. Hann ætlaði að ferðast allan heiminn og hann ætlaði að taka mig með sér. Regnið barði braggana utan. Hann var skriðinn í fangið á mér. Ég hélt fast utan hann. Svo kystumst við, reittum á okkur ein og eina spjör, kystumst meira. Það rigndi sem aldrei fyrr og regnið fjall á andliti á mér þar sem við lágum saman í einum vöðli undir opnum varðturninum. Augnabliki síðar voru við endanlega runnin saman í eitt. 30. desember 1966. Magnea 21 árs. Tala við upplýsingafulltrúa hersins á Íslandi. Ég að hringja út á pappa mínum. Ég lagði inn fyrirspurt fyrir rúmlega 3 árum. Heldur að þessu komnir í gegnum spjaldskrána? Já, það kom svar í síðustu viku. Ég ætlaði einmitt að hafa samband við þig. Því miður fundust engin gögnum óbreyttan Hermann Reinald sem var í þjónustu bandaríska hersins á Íslandi á þessum tíma. Nei. Ég sem sagt búin að bíða eftir svari frá þeim í 3 ár og niðurstaðan svo að hann hafi aldrei verið hérna. Hann sem sagt ekki til. Bara ímyndun. Og hvað, ég þá eingetinn? Ertu viss að nafnið sé rétt? Ég viss? Já, ég held það. Ég Reinaldsdóttir. Mamma kennir mig valla við eitthvað ókunnugan mann út í bæ. Þetta það bil það eina sem ég held ég vissi. Kannaðu það hvort nafnið hafi eitthvað að skólast til og hafðu svo samband og við reynum aftur. 1944, Laxárholt á Mýrum. Það var ekkert vit í þessu. Algjör rökleysa á móti allri almennri skynsemi. Hann var af öðrum heimi ótrúlega skemmtilegur, kurteis heimsborgari. Ég, einstæð móðir, fædd í moldarkofa upp á Íslandi. Ég var öll komin úr jafnvægi. Ég var ástóngin. Það hafði aldrei komið fyrir mig áður. Ég fjall fyrir eina litaða hermanninum í herdeildinni, þessum eina sem slapp í gegnum síuna. Við vildum bara hafa þá hvíta, helst af norrænum stofni. Við vorum svo hrætt að íslenska kynstofninum stafaði svo mikil hætta af þessum lituðu. Ég ekki hissa á því. Ég hef aldrei hitt íslenska mann sem lítur út eins og grískur guð. Mér fannst ég vera í hljóðlátri uppreist gegn þessum hreina og fagra kynstofni sem var alíslenskur eins og sauðkindin. Hafnir 1957. Magnea 12 ára situr með Trygg, besta vin sinn, dáinn í fanginu. Þú mátt ekki deyja, Tryggur. Ekki núna. Gerðu það. Guð, þú ert fáviti,
Bjáni og Astni. Tryggur er eini trúnaðarvinur minn. Af hverju þarf hann endilega að fara núna? Mátt hann ekki vera hjá mér aðeins lengur? Þú ert eigingjarn að taka hann svona frá mér á þess að biðja mig leyfis eða láta mig vita. Ekki vera hræddur, Tryggur. Það er ekkert að óttast. Bráðum verðum við saman aftur. Bara öðruvísi. Núna breytir Guð sköpulaginu á þér. Þú fær nýtt útlit. Eins og gamla húsið sem stendur neðst í götunni. Núna er það að byrja að hrynja því að skordýr, mýs og rottur er að búa til nýtt sköpulag fyrir það. Það fær nýtt útlit. Fyrst verður þú að ryki. Og svo verður rykið að mold. Og þá getur grasi vaxið í moldinni. Svo borða kindurnar grasið og ég borða kindurnar og þá er ég líka pínulítið að borða þig og þá ert þú komin aftur inn í mig og enginn getur tekið þig frá mér aftur. Og að því að Guð bjó allt þetta til sjálfur, þá er ég líka alltaf að borða hann. 1944, Laxárholt á Mýrum. Guðbjörg gengur í fjörunni, hún er ein. Hvað myndi Ben Hur gera ef hann væri óléttur? Og faðir barnsins væri rómverskur hermaður. Hann elskar hann og langar til að eyða lífinu með honum. Rómverjinn er 16 árum yngri en hann sjálfur og kominn af márum, ólíkur öllum öðrum. Hann verður bráðum sendur á vígvöllin þar sem ungir menn eru leiddir til slátrunar eins og lítil lömb. Hvað myndi Ben Hur gera við þetta líf? Myndi hann segja fjölskyldunni frá því? Þó svo hann viti að þau fyrirlíta allt sem rómverskt er. Hvað gerir Ben Hur við Guðsgjöf? Hafnir 1958, Magnea 13 ára. Ég get ekki speglað mig í neinum. Það er engin annar sem gýs eins og eldfjall. Það er engin annar sem verður svo reiður að hann sér svart og grýtir hlutum. Það er engin annar sem verður eins og skugginn á sumrin. Það er engin annar sem er með svo brún augu að þau eru eins og suðusúkkulaði. Það er engin annar með snar krullahár sem engin leiðir að greiða. Það er engin í speglinum. Bara ég. Það er ekki eins og mamma hafi fætt mig. Borgarfjörður 11. september 1944. Það veit þetta enginn nema ég. Það grunar það heldur engan. Ég get legið á þessu leyndarmáli alveg þar til barnið kemur í heiminn ef mér sýnir svo. Ég er búin að pakka. Við Ingólfur litli förum suður í fyrramálið. Ég hef ekki sagt rómverska riddaranum mínum að ég sé að fara. Ég ætla ekki að kveðja. Ég hef tekið ákvörðun. Mig dreymdi pappa minn aftur í nótt. Hann hafði breyst. Hann leit út eins og Humphrey Bogart, bara svartur. Herdeildin hans fór á gangi auða borg. Þetta er Bologna, sagði hann, borgin þar sem að konan mín fættist. Þjóðverjarnir er að gefast upp og bráðum kemst ég heim. Það var ekkert líf að sjá í þessari borg og það var létt yfir því, henni hló og göntuðust. Pabbi var fremstur í flokki, ég held á korti, hann var góður að rata. Og þá heyrðust skotkvellir. Félagi hans féll í jörðina, öskraði af sársauka, kallaði á mömmu sína. 2 Þjóðverjar skutu á þá úr yfirgefnu húsi. Þeir skiptust á skotum í nokkra stund og svo var allt hljótt. Pabbi steig nokkur skref í átt á húsinu þar sem skotin höfðu komið og þá sprakk sprengja rétt við fætundina á honum. Hann hentist aftur fyrir sig. Hausinn á honum var eins og loftlaus fótbolti sem hafði verið sparkað í. Hann var dæld inn í höfuðið þar sem höfuðkúpan hafði gefið eftir. Augað var sokkið djúpt inn í hauskúpuna og það var suð, ærandi suð. Svo kom skjannahvítt ljós og svo féll svartur snjór til jarðar. Hafnir 1955, Magnea 10 ára. Þegar ég er orðin stór, þá mun ég hjálpa gömlu fólki að rata heim til sín í myrkri. Ég er svo köttur. Ég sé í myrkri. Ég sé í myrkri af því ég sést ekki sjálf. Kárastígur, Reykjavík 1944. Mamma kom í heimsókn. Stundum held ég að hún finni hlutina á sér, viti meira en hún lætur uppi. Hún skellti bæklinga á eldhúsborði sem bar nafnið Setuliðið og kvenfólkið. Höfundurinn kallaði sig SS. Hún beið eftir því að ég tæki bæklinginu upp og byrjaði að lesa. Mér datt ekki í hug að gera neða til geðs. Það er hinn yfirvofandi kynblöndun íslensku þjóðarinnar í stórum stíl sem öllum hugsandi mönnum stendur mest ógn af.
Það er heilög skylda hinnar íslensku konu að vera á verði. Hún ein getur nú afstýrt þeim ægilegu örlögum sem vofa yfir hverri hertekinni smáþjóð, útrýmingunni. Fullyrt að hér séu nú þegar fæddir 2 hálfsvartir eða brúnir Íslendingar. Það ganga miklar tröllasögur að 1 til 300 stúlkur séu nú þungaðar hér í bænum af völdum hermanna. Verði haldið áfram í sama horfi og hingað til, höfðu sýnilega fengið endir á Íslendingasögur. Keflavík 1977, Magnea 32 ára. Ég hef farið í margar Ísland og NATO herinn burtgöngur ár eftir ár, gengið frá Keflavík til Reykjavíkur með fána og skilti. Fyrir mér er þetta ekki bara fylking friðarsinna gegn veru Íslands í hernaðarbandalagi. Fyrir mér er þetta persónulegt. Fyrir mér er bandaríski herinn pabbi minn og hann er líka aflið sem kemur í veg fyrir að ég finna hann. Auðvitað er ég friðarskandi, en það er engin friður inn í mér í þessum friðargöngum. Ég er eins og tifandi tímasprengja. Ég er eldspúandi, bandsjóðandi kolvittlus inn í mér og krullurnar á höfðuna er eins og gattavíra bræði. Ég veit hvað hann heitir, ég ber nafnið hans, en fæ ekki að vita hvað hann er niður kominn, hvort hann er lifandi eða dauður. Geta þær ekki bara sendt honum bréf og spurt hann hvort hann vilji gangast við því að eiga dóttur á Íslandi og hvort hann vilji umgangast hana eða ekki? Má hann ekki bara fá að ákveða það sjálfur? Ég krefst þess að fá að vita hver barnaði móður mína. Reykjavík 1946. Rómverski riddarinn minn er dáinn. Skipið var skotið niður af óvinaher á leiðinni til meginlandsins. Það komst engin lífs af. Það ætti að snóða þig, helvítis kannamellaðin. Hvernig vogar þér að sýna þig með þennan kólamála? Ef ég væri Ben Hur, þá hefði ég hoggið að höfuðið eða stungið þá í hjartastað. En ég horfði í gegnum þá. Sé þá ekki. Strák pjakkar sem veit ekki hvað þeir segja. Ég myndi fagna því ef álit þeirra væri mínar stærstu áhyggjur. Ég ætla ekki að gefa frá mig börnin. Ég ætla að finna leið þar sem við fjölskyldan getum verið saman óáreitt. Atvinnuauglýsing í Morgunblaðinu 1946. Ráðskona óskast á Hvamm í Höfnum. Almenn hússtörf auk annarra tilfallandi starfa. Hvammur er skóli, bókasafn, símstöð, pósthús, venjulegt heimili og gistiheimili fyrir gestakennara. Ráðskonan má vera með barn. Annar hluti, Hafnir 1955, Magnea 10 ára. Múlatti. Múlatti. Strákarnir í skólanum kölluðu mig múlatta. Ég þóttist vita hvað það væri. Ætli það sé hræja þetta eða skordýr. Kannski líkist það asna eða hesti. Ég ætlaði að koma við í kjörbúðinni og spyrja búðamannin. Kannski á hann múlatta í kjötborðinu. Ég ætla að fá 2 potta mjólk, smjör, egg og kartöflur og eina steik af múlattakjöti fyrir 3, takk. Konan á undan mér var með langan lista. Hún talaði hátt og benti á alla hluti sem hún ætlaði að versla. Hún var að koma ofan af spítala frá því heimsækja pabba sinn og þá hafði hún frétt að Jón á Hvammi væri dáinn. Blessaðu kallinn. Elsku stjúpi minn. Mér sortnaði fyrir augum. Allt stöðvaðist. Ég heyrði suð. Hátt suð inn í höfðinu sem ágerðist. Síðan varð allt skjannahvít og svartur snjór féll til jarðar. Ég hljóp og út, hljóp heim og dró sængin yfir höfuðið. Sástu það? Ég banna þér að fara. Þú mátt ekki skilja mig ein eftir. Komdu aftur til mín, elsku stjúpi minn. Hvernig á ég að komast í gegnum nýjan skóla, ókunnuga krakka og nýja kennara án þín? Hver á að hugga mig þegar ég meiði mig og breiði yfir mig sængin á kvöldin? Svo fór ég að hugsa, hvað ef mamma deyr líka? Þá er ég ein eftir. Ég get ekki verið ein. Ég vil ekki vera ein. Reykjavík 1967, Kvennadeild Landspítalans. Ég fæddi litla stelpu í nótt. Draumurinn hefur ræst. Nú á ég fjölskyldu. Nú get ég hægt að leita. Hafnir 1955, Magnea 10 ára. Mín fötlun er svo að vera lituð. Það vantar ekki á mig fót,
Ég fæddist ekki með klofinn hrygg, ég sit ekki í hjólastól eða neitt svoleiðis. Þess vegna enginn sem velti því fyrir sér hvort ég þurfi kannski aðstoð. Hjálpartæki. Það eru engar hækjur til fyrir litaða. Þetta fyrsti skóladagurinn í nýja barnaskólanum í Keflavík. Og þú ert ekki hérna hjá mér, elsku stjúpi minn, til að halda í höndin á mér. Ég ætla að ganga inn svo lítið ber á og setast í fyrsta lausa sæti sem ég sé. Það hrollur í mér. Ég þvöl í lófanum. Af stað. Það góna allir á mig. Þarna kemur fyrirbærið, furðuverkið og ég sest hérna. Þetta upptekið. Nú, afsakið. Ég stirna upp og stari hon í gólfið. Þú mátt setjast hérna. Ég lít upp og horfi beint í augun á ljóshærðum, bláeygðum dreng. Við erum eins og svart og hvítt. Hann brosir til mín og færir sig set, býður mig sæti. Ljóshærði, bláeygði drengurinn varð eiginmaður minn, haldreipið mitt, stóð og stytta. Hann sagði mér að í fyrsta sinn sem hann sá mig, daginn sem hann bauð mig sæti, þá horfði hann djúpt í augun á mér og þau sögðu honum bara eitt. Það er ekki aftur snúið. Lífið er búið. Það er ekki rétt hjá honum, lífið er rétt að byrja. Við áttum aðra stelpu, alveg eins og ég óskaði mér. Stebbi kallar hana loðin eyra. Hún er öll loðin á bakinu og utan á eyrunum. Örfín svört hár eins og fiður á andarunga. Svona svolítið dökk. Ég fór aftur að hugsa pappa minn þegar ég fekk hann í fangið. Hvar leita maður að manni sem er ekki til? Var á Íslandi en þó ekki. Heitir Reinald en þó ekki. Mér langar svo að stelpunni mínar geti heimsótt hann til Ameríku og að hann taki á móti þeim með útbreiddan faðminn. Það verður eitthvað bið á því. Hafnir 1955. Magnea 10 ára. Hafið þið nokkuð séð pappa minn? Ég er að leita að honum. Hann er í svona hvítum köfli, dálítið mikið skegg og ljósblá augu. Stundum er hann eins og birta eða sólstafir á himnum. Hann kann alls konar tricks. Hann getur gengið á vatni, breytt vatni í vín, búið til heila veislu með einu brauð og einu fisk. Ef þú sérð hann, við mamma erum að bíða eftir honum. Hann ætlaði að vera kominn. Ég týndi honum, en hann á alveg að rata tilbaka sjálfur. Mamma er mjög mikið að bíða og ég líka. Kaupmannahöfn 1973. Í götunni fyrir neðan danska tækniskólan, þar sem að Stebbi minn var í námi, var norski hjálpræðisherinn með deild sem að leitaði að týndu fólki. Og ég hugsaði með mér að þeir gætu nú varla staðið sér verr en upplýsingadeild bandaríska hersins. Og danska stúlkan sem að tók á móti mér, hún var ekkert nema elskulegheitin. Hún sagðist alltaf að hafa samband við bandaríska sendiráðið í Kaupmannahöfn og bað mig að hafa samband eftir 2 vikur. Og nokkrum dögum seinna, þá átti ég leið hjá og þá kallar þessi stúlka á mig yfir götuna. María, kom! Og mér bara krossbrá, hún var svo spennt og hún var rjóð í kinnum. Ég er með mjög góða fréttir fyrir þig, mjög góða fréttir. Ég er búin að finna skrifstofuna sem heldur utan öll svona mál. Hún er í Ameríku og heitir National Personal Record Center. National Personal Record Center? Þetta hljómaði faglegt og ég fekk bara svona von í brjóstið. Ég er búin að fylla út öll eyðublöðin fyrir þig. Það eina sem þið vantar er hernúmerið hans. Ertu með það á þér? Áttu það heima? Kannski geta þið fundið hann út frá nafninu. Já, ég þurfti ekki á þessu að halda. Ég fór bara heim. Og fréttirnar þær möluðu í sjónvarpinu og stelpurnar mínar þær voru að leika sér með kubba á gólfinu og þá hringdi síminn og Ingi bróðir, hann var í símanum frá Íslandi. Matti mín, mamma er dáin. 10 ára baráttur lokið. Og ég var öll dofin við fréttirnar og starði á sjónvarpið. Á meðan ég hlustaði á Inga bróður tala praktíska hluti varðandi kisturlagningu, jarðaför og svoleiðis. Og í sjónvarpinu var frétt af stór bruna í skjalasafni einhvers staðar í Bandaríkjunum. Menn á stórum brunabílum að berjast við eldtungurnar og það væri nú flott ef að þessa myndu væri lit, hugsaði ég. Ingólfur, vill hún láta brenna sig eða jarða? Varst ekkert að hlusta á mig. Hafnir 1955, Magnea 10 ára. Ég held ég viti af hverju mamma vill ekki tala um pappa minn. Hún má það ekki. Þetta er leyndarmál sem hún er búin að lofa að segja engum frá. Dísa frænka sagði mér að ég væri engill af himnum ofan, guðsgjöf.
Mamma þín gat ekki eignast barn í 20 ár og svo allt í einu komst þú eins og þruma úr heiðskilofti. Kannski sendi Guð mig hingað með einhver skilaboð. Kannski setti Guð mig í magan á mömmu og hafði mig öðruvísi en alla hina svo að myndi þekkja mig þegar ég kæmi út. Og kannski hann eftir að koma og hitta mig þegar ég orðin aðeins stærri og búin að læra alla manna sig og reglur og svoleiðis og segja mér hvaða skilaboð það eru sem ég á að segja öllum. Þá verð ég að fara í útvarpið og segja öllum að hlusta vel að því ég sé með mjög áríðandi skilaboð frá pappa mínum, Guði. Manhattan 1982. Við vorum stödd á Manhattan við Stebbi og við vorum á rölti í hverfi sem heitir Spánska Harlem og þá helltist yfir mig þessi tilfinning að pabbi minn búið þarna. Hann væri bara sprelllifandi á vappi hverfið og ég hafði ekki hugsað hann í mörg ár en leið og ég kom inn í þetta hverfi þá gat ég ekki hugsað neitt annað. Ég rauk mér að segja á eldri mann út á götu sem ég var bara alveg vissum að þetta væri hann. Excuse me, sir, did you fight in the Second World War? Only with my wife, dear. Only with my wife. Upplýsingaskrifstofa bandaríska hersins á Manhattan mjög kuldaleg bygging, marmari í hólf og gólf og skildir með ameríska erninum upp alla veggi. Kannski gengur þetta aðeins betur hjá mig núna þegar ég mætti í eigin persónu. I'm sorry, but I cannot find anyone by the name Reynold in our files. How can that be? He was in the US Army in Iceland in 43 to 45. He must exist in some file here. I have come here all the way from Iceland. Isn't there something you can do for me? Wait just a minute. Okay, here I find 55 persons by the name Reynaldo. Could it be that the name has been spelled incorrectly and is missing an O at the end? Well, that could be possible. I will have these files checked for anyone that served in Iceland at the time. Please come back in 2 days. Have a nice day. Ekki Reynald, heldur Reynaldo. Reynaldo, auðvitað. Akkur tatt mér það ekki í hug fyrr? Mamma hefur örugglega íslenska nafnið hans til að styggja ekki móðurættina á óþörfu og til að dulkóða aðeins upprunann. Hann örugglega frá Suður-Ameríku eða hálfu Spánverji. 2 dögum seinna var ég afturmætt í Marmarahöll upplýsingana. Sama kona og áður tók á móti mér. Hún var ekkert ólík mér. Hún hefði alveg getað verið systir mín. Svona útlitslega, meina ég. Mér alltaf langað til að eiga systur. Welcome, have a seat. Thank you. I came here 2 days ago. Yes, I remember you. Here are the papers you requested. There are 55 men on the list. 2 of those men could have served in Iceland in the Second World War. I advise you to check the phone book. Good luck. Af þessum 55 mönnum, þá voru bara 2 sem komu til greina og annar þessara hermanna bjó á Manhattan, samkvæmt pappírónum. Hinn var búsettur í Ohio og hann á skrifstofu hersins og hann fór aldrei í stríðið. Það var bara einn eftir. Við fundum hann í símaskráni yfir Manhattan-svæðið. Reynaldo Basteri. Ég virti nafnið og númerið fyrir mér í langan tíma áður en ég manaði mig upp í að hringja. Nafnið, það hljómaði rétt. Reynaldo Basteri. Yes, hello. Is this Reynaldo Basteri? Hello. Röddin var kunnuleg. Mér fannst eins og ég hefði heyrt hann oft áður. Hello, my name is Magnea. You don't know me. I'm not sure if I'm talking to the right Reynaldo. I know it might sound strange, but were you in Iceland during the war? No, I served only in Europe. Yes, Iceland is in Europe. I'm so sorry, I can't help you. Goodbye. Ingi bróðir kom í heimsókn. Já, hann kom með smá gjöf til mín. Skókassa úr dánabúi mömmu með skartgripum og nokkrum gömlum ljósmyndum. Þetta voru gamla myndir af mér úr sveitinni og fólkinu á Laxarholti. Nokkra myndir úr höfnunum, af stjúpa mínum og mér á hjóli, allt myndir sem ég kannaðist við. En þarna var mynd sem ég hafði ekki séð áður. Mynd af mömmu og dáta með bátahúu. Og aftan á myndinni stóð skrifað Guðbjörg og Reynaldo Rivera 1944. Þetta var pabbi minn. Þetta var mynd af foreldri mínum. Ég hafði aldrei séð mynd á honum. Hann var ekkert líkur Elvis Presley eða Johnny Cash, en hann var bara sætur, alveg þræl myndalegur. Og ég var bara að setjast niður af því að mér svimaði. Mér leiði eins og ég væri búin að finna hann. Hann væri bara þarna hjá mér. Reykjavík 1989. Magnea skrifar bréf. Reykjavík, janúar 1989.
til upplýsingafulltrúa hersins á Íslandi. Kæri Friðþór Eydal, ég hefi nokkur ára skeið leitað föður mín sem var bandarískur hermaður á Íslandi. Hann heitir Reinaldo Rivera. Reinaldo með einföldu en ekki Upsilon eins og ég hef haldið hingað til. Geturðu kannað fyrir mig hvort einhverjar upplýsingar finnast hann hjá ykkur eða hjá skrifstofunum úti. Virðingafyllst Magnea Reinaldsdóttir. Magnea fær svar. Reykjavík, júlí 1992. Sæl Magnea. Afsakaðu töfina á svarinu við fyrirspurninni frá janúar 1989. Ég sendi upplýsingarnar áfram til upplýsingaveitu bandaríska hersins. Mér barst svar frá þeim 10. júlí síðastliðinn og þar kemur fram að engin gögn fundust varðandi hermanninn Reinaldo Rivera. Gögnin að öllum líkindum ekki lengur til. Skýringin sú að milljónir gagna úr upplýsingaskrá hersins eyðilögðust í stór bruna sem varð í skjalageymslu National Personal Records árið 1973. Þetta því miður niðurstaða þeirra eftir þessa síðustu leit. Virðingafyllst Friðþór Eydal. Reykjavík 2 mánuðum síðar. Ég var með tannpínu og ég satt á biðstofu tannlæknis og ég var að glugga í Helgarblað DFF. Og ég hef nú ekki mikla mætur á DFF, ég þolið það reyndar ekki. En þarna var viðtal við ungan mann, Björn Leósson, sem hafði nýlega fundið bandarískan föður sinn. Hann hafði farið út gagngert til að leita að honum og tókst að finna hann á mjög stuttum tíma. Hann hafði litlar upplýsingar, bara nafnið hans, og hann fann hann í símaskráni og hún var komin út á CD-ROM. Og ég var nú bara að hringja í þennan mann. Nokkrum dögum seinna stofnuðu við Samtök stríðsbarna á Íslandi, við Stebbi, Björn Leósson og fleiri. Margir komu strax á rétta slóð og fundu feður sína, en aðrir gripu í tómt. Ég var engu nær. En það var laugadagur, það var fundur hjá okkur, ég var orðin þreytt og vildi fara heim. Ég þurfti að ganga í gegnum salinn til að sækja kápuna mína, ætlaði að reyna að læðast út án þess að trufla þann sem var í pontu. Hann talaði að hann hefði fundið skjöl í sakadómi sem kom honum á sporið. Mamma hans hafði höfðað mál til að fá greitt meðlag. Gat það verið að upplýsingarnar sem ég hafði leitað að öll þessi ár lægi hún í skúffu í sakadómi í 5 mínútna göngufjarlægð frá húsinu mínu? Ég trúði þessu bara ekki. Ég hafði ferðast á milli heimsálfa til að leita uppi þessar upplýsingar og ég geng fram hjá sakadómi nánast á hverjum degi. Og ég varð að komast að þessu núna, ég iðaði í skinninu. Akkur var ekki opið helgar í þessum blessaða sakadómi? Ég horfði stöðugt á klukkuna allan sunnudaginn. Mamma hafði reyndar engan áhuga á peningum. Það engin vasar á líkleganum, sagði hún alltaf. Hún var ekki líkleg til að eltast við meðlag á milli heimsálfa. Og ég var komin á fætur klukkan 6:35 á mánudagsmorgunin og kláraði 3. kaffibolla minn klukkan 8:50 og mætt með Stebba á húnin á sakadómi á slaginu klukkan 9. Og ég spurði í afgreiðslunni hvort hún gæti athuga hvort móðir mín, Guðbjörg Grímsdóttir, hefði nokkuð staðið í faðernismáli til að fá meðlagsgreiðslur. Og konan, hún brá sig frá í augnablik og kom svo aftur og rétti með möppu. Gjör svo vel. Ég sat í sófa upp í sakadómi með gögnum. Bunki af pappírum. Bréfaskipti milli sakadómar á Íslandi og bandaríska sendiráðsins. Fyrsta bréfið sent 27. september 1945. Annað bréf, staðfesting á fæðingu minni og þeirri staðreynd að ég sé lifandi og dvelji hjá móður minni. Fleiri bréf til sendiráðsins, bréf númer 525. The alimony case of Miss Guðbjörg Grímsdóttir against Reinaldo Rivera, private, ASN 32 68097. Hernúmerið. Guð minn góður, Stebbi minn, ætli ég sé ekki búin að finna mannin. Daginn eftir þá sendi ég Agli Egilssyni í sendiráði Íslands í Washington bréf og hann svarar mér hæl og hann segist vera búinn að grennslast fyrir mannin bak við hernúmerið. Og hann fari upplýsingar hjá eftirlaunaskrá hersins. Hann fann upplýsingar hann hjá eftirlaunaskrá hersins. Hann hafði fengið bætur alla götur síðan hann lenti í sprengjuslýsi í Bologna á Ítalíu í seinni heimsstyrjöldinni. Og hann heitir Reinaldo Rivera, býr á Manhattan og hann lifandi. Hann ráðlagði mér að senda honum bréf, senda myndir og allar upplýsingar mig en taka skýrt fram að þetta snúist ekki peninga. Og ég valdi myndirnar sem ég ætlaði að senda, nokkra myndir af mér og fjölskyldunum minni, myndin af honum með mömmu á túninu og Laxárholti. Þetta var allt dálítið óraunverulegt. Ég trúði því ekki að ég væri búin að finna pabba minn. Ég fekk dundrandi hjartslátt í tilhugsunina. Elvis þá á lífi eftir allt saman, bara svartur.
Ég flýtti mig með bréfi í póst áður en mér snerist hugur. Nóttina dreymdi mig pappa minn. Ég stend fyrir utan húsið hans og horf á hann inn glugga. Hann þar með óopnað umslag í höndunum og ég sé strax að þetta umslagi frá mér. Hann órólegur og hann gengur fram og tilbaka í stofinu og kíkir svona fram til að kanna hvort einhver sé á ferli og svo lokar hann hurðinu og læsir. Og þá sest hann niður með umslagið og opnar það og byrjar að lesa. Kæri Reynaldo Rivera. Ég heiti Magnea Reynaldsdóttir og heima í Reykjavík á Íslandi. Eftir margra ára leit hef ég loksins fundið gömul skjöl frá móður minni með upplýsingum sem leiddu mig á þína slóð. Ég hef rökstuddan grunum að þú gæti verið pabbi minn. Og þá hringir síminn og hann hættir að lesa. Og hann skimar í áttina að hringingunni. Fyrir utan var farið að snjóa. Ég sé ekki eins vel inn. En hann heldur ennþá á bréfinu og hann tárvotur í andlitinu. Síminn heldur áfram að hringja og hann gerir enga tilraun til að svara á honum. Hann sest niður og mér sýnist hann liggja fram á borðið. En þá hætti ég bara alveg að sjá að glugginn hann fylltist af svörtum snjó og þá vakna ég. Og ég vakna við það að ég það bil að svara í símann. Ég líti á klukkuna og hún bara 8. Það sunnudagur. Halló? Is this Magnea? Yes. This is Reynaldo, your father. Ég lamaðist. Kom ekki upp einasta orði. Ég sat bara með símtólið í fanginu. I've been looking for you. Það var það fyrsta sem ég sagði við pappa minn. Hann sagði mér að hann ætti eiginkonu, 4 syni og 1 dóttur af fyrra hjónabandi með ítalskri konu. Og svo spurði hann hvort hann mætti ekki bara koma í heimsókn í næstu viku. Hvernig hendar það? Ég grét og hló til skiptis í símann. Ég man lítið hvað við töluðum ég var í svo mikilli geðshræringu, en ég man eitt. Ég fékk svar við spurningunni. Ég frá Porto Rico. Lítil heit eyja í Karabíahafinu mætir ískaldri eyju í miðju Atlantshafi. Það ég. Ég fékk það staðfest. Reykjavík síðsumars 1992. Pappið minn kemur með flugi í dag, hann lendir í eftirmiðdaginn. Eftir 5 tíma. Ég vaknaði eldsnemma í morgun, fór einu sinni enn yfir herbyggi, lagaði rúmið hans, ryksugaði yfir og þurrkaði á gluggakistunni. Þó svo ég hafi nú gert það allt saman daginn áður og daginn þar og undan líka. Já, ég vil að herbyggið hans sé óaðfinnanlegt. Fullkomið. Ég skreytaði með blómum. Ég hef verið hálf listalaus í allan dag. Ég að reyna að undirbúa allt svo ekkert fari úrskeiðis, hugsa fyrir öllu. Búin að fara margsinnis í gegnum það í kollinum. Hvað á ég að segja? Hvernig á ég að tala við hann? Hvernig ég faðma hann í fyrsta sinn og hvort ég kissa hann eða ekki? Eru reglur sem ég þarf að fara eftir? Hvernig á dóttir að haga sér gagnvart föður sem hún hefur aldrei hitt? Mér líður eins og óperusöngur á frumsýningadegi. Nema það hefur bara ekkert verið hægt. Söngvarinn verður bara að bjarga sér þegar hljómsveitin byrjar. Syngja bara eitthvað eftir eyranu. Ég er alveg að gugna á þessu. Þessi kafli búinn að vera týndur í 48 ár og nú hann allt í einu flugvél á leiðinni yfir Atlantshafið. Hann raunverulegur. Það var búið að dusta á honum rykið og ég þarf að taka á móti honum og byrja að lesa á blaði 71. Ég er hrædd, skítrædd, full af óttablandinni skelfingu. Ég reyni að segja sjálfur mér að það sé ekkert að óttast. Þetta er bara pabbið þinn. Þú átt ekki að vera hrædd þvert á móti þér á að líða vel. Þetta er öryggið sem þú ert búin að leita að alla þína tíð og nú loksins getur þú notið þess. Ég vaknaði klukkan 4 í morgun, mér dreymdi að fluginu hefði verið aflýst. Ég var svo fegin. Ég fór strax að taka niður blómin úr herberginu og gera allt eins og það var áður og þá vaknaði ég. Og þetta gerist allt svo hratt. Það er ekki nema hálfi mánuði síðan ég skrifaði þessum ókunnuga manni bréf til Ameríku og nú er ég að fara að taka mótunum í Keflavík. Hvaða æðibunugangur er þetta? Af hverju þennan asa? Hefði ekki átt að taka okkur tími að skrifast á og spjalla svolítið í síma, kynnast dálítið betur áður en það er rokið í það, hitta svona fyrirvaralaust. Ég veit ekki einu sinni hvort mér langar til að hitta. Kannski hefði ég ekkert átt að vera að skrifa honum bréf. Kannski voru þetta bara mistök. Ég var bara svo glöð að heyra að hann vildi endilega koma og heimsækja okkur strax að ég sagði bara já. Ég hugsaði bara ekki neitt, ég sagði bara... Já, endilega og við tökum á móti þér og þú mátt gista hjá okkur. Já, hverju sagði ég það? Þú mátt gista hjá okkur. Hverju sagði ég honum ekki að hann yrði að gista á hóteli? Ég hugsaði ekki neitt, ég masaði bara eins og smástelpa. Sagði bara það sem kom fram á varirnar á mér og svo bara hvað klukkan orðin. Hvað er það versta sem gæti gerst? Hvað er mér sortna fyrir augum þegar ég sé hann og það líður yfir mig og
og ég detti í gólfið og ég brýta með hnéð. Eða ég hreinlega fæ hjartaáfall og dey í örmum hans á flugstöðinni í Keflavík. Og hvað ef að þetta er ekki pabbi minn? Hvað ef? Þetta er bara eitthvað misskilningur og hernúmerið sem ég fann er ekki rétt. Þetta er einhver annar hermaður sem var hérna svipa leiti. Hvað ef þetta er bara einhver einmanna amerísku kall sem aldrei hefur átt fjölskyldu og sá bara leik á borði þegar hann fékk bréfið frá mér? Í bílnum á leiðin upp á Keflavíkurflugvöll. Vélinn lendir eftir klukkutíma. Já, við erum í bílnum á leiðinni. Stebbi tekur bara mót og ég treysti mér ekki í þetta. Ég tek rútuna heim. Já, mér líður ekki vel. Hann skilur það. Ég er bara lasin. Já, ég er með svima og mér er óglatt. Hvað ef mér líkar ekki við hann? Hvað ef honum líkar alls ekki við mig? Stebbi minn tekur á mótunum. Ég er reyndar alveg vissum að þegar ég sé hann, þá veit ég hvort hann er pabbi minn eða ekki. Og ef ég sé að hann er ekki ekta, einhver falsspámaður sem heldur að við séum svo vitlaus að við sjáum ekki gegnum hann, þá skal ég sko sýna honum hvar Davíð keypti ölið. Já, ég beið ekki í 48 ár eftir eftirlíkingum, góði minn. Adiós, vertu sæll og blessaður og láttu ekki sjá þig hérna aftur. Ok, þetta er gott plan. Nú er ég róleg. Flugvél flýgur yfir. Nú eru 15 mínútur þar til að vélinn lendir. Við erum að leggja bílnum á Leifsstöð. Aldrei hægt að finna neinn stæði hérna, meira anskotan systemi á þessu bílastæðum. Ætlar þess ekkert að færa sig? Ætlar hann bara að vera þarna í allan dag? Já, ætlar hann að taka stæðið? Viltu flauta á hann, Stebbi? Ó, ég er alveg að fara að æla, ég get þetta ekki. Ég get ekki tekið á mótunum. Ég er alveg vissum að þessi maður er ekki pabbi minn, ég finn það bara á mér. Þetta er bara eitthvað rugltóm þvæla. Hvað er ég búin að láta hafa mig út? Ég get þetta ekki. Nú verð ég að æla. Ó, ég er að æla. Komudagur Reynaldó klukkan 16:55. Nú eru 5 mínútur þar til að vélinn lendir, 5 mínútur. Mér líður aðeins betur núna. Við erum sest hérna inn í biðstalinn og ég er búin að fá með vatnssopa. Og mér líður mig miklu betur. Ég er bara góða tilfinningu fyrir þessu. Ég er alveg viss að þessi maður er pabbi minn, engin vafi lengur. Já, ég finn það bara á mér. Nú hlakka ég bara til. Ég get ekki beðið. Ég er alveg bara órólega eftirvæntingu. Ég fann að ráfa hérna fram og tilbaka. Veit ekki hvað ég á mér að gera. Það er engin senkun. Nei, ég er margótt búin að líta á komutöfluna. On time, 17:00, klukkan er núna 16:59. Já, ég heyri henni. Já, hún er að koma, þetta er hún. Jesús, þetta er að gerast núna. Nú er þetta bara að gerast. Þetta er alveg fáránlegt. Jæja, nú er bara að sjá. Kannski kaupir hann sér nammi eða eitthvað. Nú stigur bara óperusöngurinn á svið, forleiknum að La Traviata í lokið. Ó, þetta er augnablik sem ég hef beðið eftir í 48 ár. 35 daga og 17 klukkustund. Ég er svo hrædd, ég er svo skelfilega hrædd en samt svo spennt. Mér líður eins og ég sé 5 ára. Ég ræð bara ekki við það, þó ég reyna að hugsa. Þú ert 48 ára gömul, Magnea. Já, þú ert 48 ára, hagaði nú í samræmi við þá staðrind. Ég bara geta ekki. Ég ræð ekki við það. Stebbi minn, hann ætlar að taka á mótunum. Ég ætla að fylgjast bara með svona úr fjarlægð. Svo ætla ég að koma og bjóða hann velkominn. Já, mér langar að nálgast hann rólega, láta augum venjast honum, átta mig aðeins á honum, fara engu óðslega. Eins og barn að nálgast jólasvein, bara hægt og rólega. Svo fer ég til hans og ég ætla að segja við hann. Hello, Tati. Nei, ég ætla ekki, nei. Nei. Ég ætla að segja við hann, are you my father? Nei. Ég segi við hann, hi, Dad. Já, ég segi við hann, hi, Dad. Þá eftir að gleðja mikið. Þetta er hann. Nei, þetta er kona. Þetta er hann. Nei, alls, þessi er á mínum aldri. Fólkið sem var að koma með Ameríkufluginu er byrjað að streyma fram í móttökusalinn. Ég er alveg vissum að allir sem kom út séu hann. Ég veit ekki hvort ég hef taugar í þetta. Ég sagði Stebba það strax. Hvert er Stebba að fara? Stebbi minn, býtu, hvert er hann að rjúka núna? Þú getur ekki skilið mig eftir eina, Stebbi. Ég get ekki tekið á mótunum ein. Þetta er hann. Hann er kominn. Þetta er pabbi minn. Lítill, sætur kall. Í ljósdröppuðum frakka með hatt. Með sama húðlit og ég. Kannski örlítið dekkri. Voðalega brosir hann fallega. Hann er að faðma Stebba minn. Hann er nú bara eins og lítill strákur í höndunum á honum. Stebbi er svo miklu stærri en hann er kraftmikill, ansi reffilegur. Það verður að segjast eins og er. Þeir eru flottir saman. Púslið er komið á sinn stað. Nýr kafli, blaðsíða 1. Ég vissi það. Þessi litli kallið pabbi minn, það fer ekkert á milli mála. Ég er eins og snitt út úr nósunum á hann. Ég ætla að fara og heilsa upp á hann. Ég ætla að faðma hann að mér og ég ætla að segja við hann, hi, Dad.
thank you for coming. Hann faðmaði mig þétt að sér og hann skoðaði mig alla hátt og lágt, hæli mér fyrir hvað ég sé falleg og ungleg og heilbrigð og hann berst við tárin en tekst ekki að halda aftur af þeim. This is wonderful, segir hann aftur og tárin trilla niður kinnarnar. Svo laumar hann hendinni í frakkavasann. Já, ég keypti svolítið handa þér, elsku dóttir mín. Og upp úr frakkavasanum dregur hann bleikan sleikjó, vafinn inn í sellófann. Daginn eftir þá fórum við saman í sund, ég og pabbi. Við sátum saman í pottinum. Já, þetta er dóttir mín. Sagði hann við alla sem að koma hon í pottin. Já, finnst þér hún ekki lík mér? Hún er sem betur fer með skap móður sinnar, ljúf sem lamb. Fyrir honum var ég eins og löngu glata djást sem hann hafði nýlega endurheimt. Hann var að rifna úr stolti. Við erum bara rétt að byrja að kynnast og það er dásamlegt. Hann er lífsglaður og skemmtilegu kall. Ég kann bara ekki að vera dóttir. Það reynir mjög mikið á mig. Já, ekki naga neglurnar. Akkur ertu með svona stutt hár. Þú ættir að hreyfa þig meira. Hvernig á 48 ára amma að geta hlustað á aldraðan Ameríkana að reyna að ala mig upp? Ég ól mig upp sjálf og við það stendur. Þegar ég kvaddi hann á flugvöllinum og ég horfði á eftir honum inn flugstöðuna, þá féll ég á hnén og ég þakkaði Guði fyrir að hafa fundið hann. Og ég þakkaði honum líka fyrir að hafa ekki fundið hann fyrr. Og fyrir það að hafa ekki alist upp hjá honum. Brot úr viðtali Vals við Magneu árið 2012. Við fórum til hans yfir áramót til New York og ég var ótrúlega næs við hann. Alltaf að þakka honum fyrir allt sem hann hafi gert fyrir okkur öll og svona. Við fórum í leikhús, á sýningar og tónleika og áttum alveg yndislegan tíma saman. Heldur hann degi ekki bara nokkru viku seinna. Ég sá hann aldrei aftur. Hann dó á afmælisdaginn minn. Ég var svo þakklátt að skilja svona fallega við hann. Okkar samband endaði mjög fallega. Love me tender, love me sweet. Góða stundir. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my